Myndrit eru myndir sem við notum til þess að túlka ákveðin talnagögn. Við teiknum mismunandi myndrit eftir því hvernig talnagögn við erum með. Við teiknum stundum línurit þegar við erum með talnagögn sem eru línur sem breytast til dæmis miðað við tíma. Ef ég var að teikna til dæmis hitastig og myndi merkja það breytist svona kannski yfir daginn og þá geri ég línur á milli. Vegna þess að þá er ég að gefa mér að á milli punktana hafi þetta verið eitthvað staðar svona svipa, það sé ekki mikið frávik. Síðan teikna ég stundum súlurit og súlurit erum við kannski að teikna þegar við erum gerum svona ör á þetta, á ásana. Súlurit nota ég þegar ég til dæmis með, ef ég var að spyrja hver var uppáhalds litur hjá fólki eða hvernig bílar var að keyra fram í húsinu mínu, hvaða tegund. Því að þetta tengist ekki beint innbyrðis en ég er að telja eitthvað sem dæmi. Þetta er ekki það eina sem ég get nota súlurit í. Sama á í raun og veru við stöplarit. Nema þá eru stöplarnir eða súlurnar svona breiðar. Stundum er ekki gerður beinn greinarmunur á stöplarit og súluriti. Síðan er til stuðlarit, þá liggur þetta saman. Ég nota oft stuðlarit þegar ég er með talnagögn, þar sem að ég er að flokka gögnin. Ég geti verið að til dæmis mæla hvað fólk er þungt. Fyrsti flokkurinn er kannski 40 upp í 50 kg, svo 50 upp í 60 og 60 upp í 70 og svo held ég áfram. Þannig að það er fullt af mismunandi tölum inn í þessum flokki eða þessum stuðli hér. Síðan er til skífurit og þá er ég alltaf að vinna út frá prósentum. Þá reikna ég hver stór hluti er til dæmis, ef ég var að spyrja hverja fólk fór að sofa. Þannig að þetta er klukkan 9, klukkan 10 og klukkan 11. Og þá er það hve mörg prósent og þá reikna ég út prósentu og hring hvað hvert hot hér á að vera stórt. Þetta geti sér myndband hvert af þessum ritum bara með því að slá nafnin á þeim upp í leit á YouTube. En þetta heitir sem sagt skífurit. Við þurfum að passa þegar við teiknum svona myndrit að merkja ásana, skrifa niður hvað er á lóðrétta ásnum, hvað er á lárétta ásnum. Þetta er yfirleitt tíðni eða fjöldi eða eitthvað álíka. Hvað er þetta? Merkja hvað hver punktur þýðir og merkja ásana. Við þurfum ekki að setja inn allar tölur, við þurfum að setja inn einhverja tölur þannig við sjáum greinilega hvað hvert bil er stórt. Ef að einhver ás, eins og til dæmis þessi ás hérna, við skulum gefa okkur að hann, hérna séum við með myndrit, það sem að ásinn byrjar ekki í 0, heldur hann byrjar í 100, svo kemur strax 200. Þetta má alveg ef að ég seti inn svona lykkju hérna á ásinn til þess að tákna að hann sé ekki, að þetta hérna bil er ekki jafn stórt og þetta hérna bil.